Herri, við ætlum að halda áfram og skoða núna hvernig React lítur út og hvernig það virkar. En það sem að React vinnur á þetta hugmynd components og það er ótrúlega sterkt og ótrúlega vel svona plaserað hugtak. Það reynir ekki að vera of mikið og það reynir ekki að vera of lítið og það bara svona einhvern veginn passar akkurat til að leysa nákvæmlega það vandamál sem maður lendir oft í það að ég er að vinna í einhverju verkefni og ég vil geta búið til einhvern hlut og ég vil geta endurnýtt hlutin á einhvern góðan máta og React leyfir okkur þetta. Við búum til þessar sjálfstæðu einingar sem við getum síðan púsla saman til þess að búa til í raun eitthvað stærra sem samt hægt að manage á mjög þægilegan hátt. Þannig að þetta ekki þannig að við endum hérna með eitthvað risastórt forrit í einu með 2 skrám eða eitthvað svoleiðis, heldur þetta bara rosalega, þetta er highly cohesive og loosely coupled. Það er mjög skemmtilegt. Og þetta er ekki bara góð pæling, þetta er ekki bara góð teóría, þetta líka virkar þetta mjög vel í praxís. Og til dæmis að ég hef unnið í verkefnum þar sem við erum að vinna í einhverju vef og þú veist það er bara, við komum út, það er kannski 4 aðilar að vinna í þessum vef á sama tíma og það er ekkert við þessu. Það er enginn að skrifa yfir hjá hvort öðru, það er enginn að skemma, bara svo lengi sem ég veit hérna þú ætlar að vinna í þessum part, í þessum komponentum, ég ætla að vinna í þessum og einhver annar í þessum og þá bara virkar þetta æðislega saman. En komponentar, við getum hugsað það eins og JavaScript fall, þar sem við tökum við einhverjum props, sem stytting bara properties, og inn í honum einhver gögn það hvernig þessi komponent á að haga sér eða að vera stiltur aukslaus, og við skilum síðan einhverju JSX-sægð, einhverjum React Elements. Og þegar við förum dýpri í þetta, þá getum við séð það að þessi föll eiga í raun að vera bara hrein föll, þannig að ég get reasonað UI mitt bara í gegnum hrein föll. Þannig ég veit að UI mitt mun alltaf birtast svona ef ég sendi inn þessi properties hér. Og það gerir það verkum að það er þægilegt að testa viðmótin sem við búum til með React. Og við getum skilgreint þessa komponenta með bara falli, með bara function og þá er það kallað functional component og þá er þetta bara function sem notar return til að skila elementunum eða við getum búið til component sem þá ekki functional component, bara component og þá notum við class, bara JavaScript class og þá þurfum við að útfæra render methoduna á klassnum okkar og í gegnum return og því í raun það sem að komponenti skilar. Og síðan ef við erum að nota React element í JSX þá eru proppin, attributin sem við erum að skilgreina á komponentina. Og það er svona bara eitt upp á hreinlæti í kóða að við erum með mörg attribute, þá getur þetta orðið svolítið langt og maður á stundum tendens til þess að búa til fleiri property en maður kannski þyrfti, þá ætti maður kannski bara skipta sér upp fyrir komponenta, en allavega þegar maður er komið með kannski svona 4 attribute, þá er mjög gott að setja það bara hvert og eitt í sérlínu. En þannig að þetta hérna er hello world komponentinn sem functional komponent, þannig að hann heitir hérna einhverju nafni með stórum staf, af því að þetta er í raun React komponent, þannig aðskiljum við hann frá HTML komponentum, eða HTML bara. Hann tekur inn props og props er sem sagt object og við skilum hérna segð og hérna er það hello og svo er það hérna name sem væri sent inn og hérna er þetta sem sagt sem komponent. Þá þurfum við að extenda react.component og það minnsta sem við þurfum að gera er að útfæra renderfallið og skila aftur þessu sem við ætlum að skilgreina. En þá fáum við props ekki inn sem hérna argument neins staðar, heldur í raun sér React það út frá því hvernig kallað er í komponentunum okkar að fylla this.props með propsuna sem eru sendir inn. Síðan fyrir báða þessa komponenta þá getum við búið til JSX-sæð sem notar komponentinn og þá lítur það svona út, kallar í welcome og svo er það name hérna sem við skilgreinum og það setjum við sem attribute, þannig báðum tilvikum myndi koma hello, Sara. Og svo er þetta hérna, þegar við erum með mörg props sem við erum að senda inn, þá er ofta tíðum snyrtilega að gera það svona.
En komponentar, sem sagt, þeir geta skilað ýmsu, þó að ég hef sagt að þeir skilja bara JSX-sægð, en JSX-sægðir geta verið mismunandi. Þeir geta sem sagt skilað elementum og JSX-sægð og þeir geta líka skilað fylki af elements eða JSX-sægðum eða falsi-gildi, þannig að við getum skilað null eða undefined eða 0 og það þýðir þá bara að fyrir þennan komponent verður ekkert skrifað út í DOM-tréð. Það verður bara ekkert. Þannig að við getum skilað tveimur paragrafum hérna með því að skila bara fylki af JSX-sægðum. Og þegar við erum með þessi fylki í komponentum, þá getum við ídreið gegnum þau og fengið út gildin. En eins og þetta dæmi sem var þarna, þá mun React kvarta yfir því að vanti key, þegar key lykillinn fyrir React til þess að geta á einfaldan hátt eða á optimized hátt komist að því hvað þarf að uppfæra þegar þetta verður re-renderað síðan. Þannig að hérna getum við fengið inn fylki af einhverjum gögnum og við getum síðan gert eitthvað við þau og við getum mappað í gegnum þau og skilað hérna fyrir hverja tölu í þessu tölufylki. Þá setjum við keyin bara sem töluna sjálfa, þó svo að þetta geti verið hvað gerist ef það er 1, 2, 2 og síðan töluna sjálfa. Þannig að hérna verður eftir vill betra að nota indexin úr mappinu til þess að setja sem key. Það er alltaf að segjast að ef við höfum ekki eitthvað unique ID á hlutunum sem við ídri gegnum, þá getum við alltaf gripið til þess að nota indexið úr fylkinu. Og síðan getum við notað fragments í React til þess að skila saman mörgum elementum án þess að fá utanum þau eitthvað svona auka element. Þá býr það ekki til element en getur hins vegar haldið utanum element. Þannig að hérna myndi þetta skila bara foo sem streng og það er samt gildir sama með fragment ef við erum ídri gegnum að við þurfum að skilgreina key. En það getur verið ef við þurfum að búa til einhver komponent sem á að búa til töflu og taflan á að hafa annan komponent sem býr til dálkana, að þá myndum við vilja skila hérna inn TD í einhverju fylki, en ef við höfum ekki svona, þá getum við ekki skilað, við getum ekki skilað einhverju sem er ekki hjúpað af einhverju foreldri. Við getum ekki fjarlægt þessar hérna 2 línur og skilað bara 2 TD hérna sem segð, en við getum gert það sem fylki eða með því að setja þetta React fragment utanum. Og síðan þegar við erum búin að skrifa komponent, þá getum við bara nota sama komponentin aftur og hugsanlega á hann að líta alltaf eins út, hugsanlega á hann að geta tekið við einhverjum prop sem breyta því aðeins hvernig hann virkar. En það er bara upp á okkur komið hvernig við skilgreinum það í forritunum okkar og þetta gerir það verkum að það er hægt að endurnýta á mjög þægilegan máta, mjög flókna, alveg niður í mjög einfalda komponenta. Og við ættum að skipta UI-inu okkar upp í fleiri minni komponenta í staðan fyrir að hafa marga stóra og það er algengt þegar maður er byrjuð. Þá heldur maður að maður bara geti búið bara til eitt stórt forrit bara inn í einhverju app.js, bara eitt stórt komponent sem er með allt. En það er yfirleitt betra, sérstaklega þegar við erum að skoða hvernig við höldum utan stöðu eða state í forritunum okkar, að skrifa fleiri komponenta og skipta hlutunum upp, gera það verkum að það sé þægilegra að hugsa það og þægilegra að vinna með þetta state. Og síðan áður en við tökum dæmi, þá er hérna svona pattern í React er að hafa eitthvað svona eitt app component sem er yfir componentið sem býr til, sem er rótin fyrir UI-ið okkar og það tekur ekki inn ein props, þar að segja, því það er rótin, þannig að það er ekki sem kallar í það og það stillir og setur upp ákveðna hluti, til dæmis routing, hvernig ætlum við að senda fólk á milli síðna hjá okkur og svona og þá getur það verið svona, það er eitthvað app og það getur hugsanlega skilað einhverju main eða eitthvað leys og það síðan kallar í og býr til forritið okkar og býr til það sem á að birta. Þannig að við skoðum hérna, öll þessi dæmi sem ég er með hér eru búin til með Create React App og ég er bara búin að strýpa út þá hluti sem það þurft ekki. Okkur skrifa test, við byrjum start.
eitthvað vesen í gangi hérna. Líklegast að það vantaði bara eitthvað dependency. Ó nei. Sjá. Ég var eitthvað að eiga við þetta og ég hef skemmt eitthvað. En sjáum hvort þetta lagi þetta. En munum býðum eftir að þetta keri upp. Þá höfum við hérna sem sagt forrit sem búið til með Create React App og þá fáum við þessa source möppu hérna og public möppu og package.json og package.json hefur sem sagt þessi allur galdurinn við Create React App liggur inn í þessum hérna pakka React Scripts sem að felur alla þessa flækju og er í raun að valda með vandræðum núna út af því að það er eitthvað bilað og ég veit ekki hvað það er og þannig að við þurfum bara grípum til örþrifa ráða hérna, tökum alla þessu möppu, förum yfir á desktop, skemmtilegt. Þetta með þetta taka ógeðslega langa tíma því það er desktop. Það er alltaf node module hérna inni. Preparing to copy 20, 30, 1000 items. Sjá þetta er líka bilað. Skemmtilegt. 150.000 items. Ok, gerum bara hérna, notum bara þennan hérna gaur, áfram. En við höfum app hér og ég get bara að fara hérna og ég get kopierað þetta í heild sinni yfir þetta og fara hérna og gert npm start. Allt í rugli. Svona, ok, nú getum við gert eitthvað. Þannig að hérna erum við með bara grunnforrit sem við fáum frá Create React App og það er þetta app.js, þetta pattern að vera með app.js sem er inngangurinn inn í forritið okkar. En inngangurinn er samt hérna index.js inn í source mappunni og source mappan er notuð og hún er í raun þar sem við höfum að skrifa allan kóðun okkar. Og hérna er readme sem við fáum sem að segir okkur svona aðeins hvað er í gangi og hvað er í boði. En index þess að keyrir þetta og það sem að index hefur er í raun hérna að það segir import react from react. Þannig að það sækir þetta þannig að við getum notað JSX. Það sækir react DOM sem er þessi pakki sem getur breytt trénu sem er búið til að react yfir í DOM tré. Það sækir eitthvað index CSS hérna sem við skoðum eftir. Það sækir síðan komponentin app sem er í raun bara hérna app.js. Þannig að það importar app from ./app. Þannig að þetta fær þetta hérna og það sækir hérna service worker sem að við notum ekki neitt og skiptir okkur ekki máli eins og er. En síðan er í raun kallað í þetta react dom.render á app þar sem við fáum hérna inn í document.getElementById root og þetta root element er sem sagt inn í þessari public möppu þar sem að lifir þetta index.html sem er þessi grunnur sem við notum og index.html er hérna, við skoðum view source áðan þar sem að var eitthvað meira af einhverjum skriptum hérna en það er bara búið til af Create React App, það er partur af því hvernig þetta er bildað þetta app en hérna inni mun sem sagt allt dótið okkar lifa þannig að þetta hérna í index.js root vísar í þetta root hérna. En hérna erum við með nokkra hluti. Við erum með eitthvað breytu hérna sem inniheldur eitthvað sem getur verið XSS.
við erum með einhverja mynd hérna sem er HI logoið frá bara HI servernum. Við erum með eitthvað element hérna sem er búið til með react.create element og það er þetta h1 class name greeting span hello world og svo erum við með þetta app hérna og hérna erum við með eitthvað member fall sem skilar hello world og svo erum við með bara render á app sjálfu sem renderar út mismunandi hluti. Þannig að það fyrsta sem við erum að gera hérna er að rendera út þetta testing 1, 2, 3 fylki og við fáum það hérna bara sem testing 1, 2, 3. Þannig að við gerum inspect hérna. Þá sjáum við að það er búið að breyta því hérna yfir í strengin testing og strengin 1, 2, 3 sem er í raun þá þetta hérna sem að þetta hérna er túlkað sem. Hérna er síðan kallað í þessa member method á klassanum og það skilar þessu hello world. Þannig að við fáum það hérna næst og það er inn í H1 og það er meira að segja hérna inn í P í H1 út af því að við erum með hérna P utanum. Þannig að ef við skoðum núna í console þá er hérna, þá segir React okkur validate DOM nesting H1 cannot appear as a descendant of P. Þannig að það er að láta okkur vita að þetta sé einhver villa þarna sem við myndum vilja laga. Síðan getum við gert svona með því að gera í raun opna JavaScript segð og setja síðan bara comment inn í það. Þá getum við sett comment inn í JSX og hérna reynum við að birta þennan hérna potentially XSS streng en út af því að XSS er alltaf escapeað þá fáum við bara strengin sjálfan og hérna höfum við síðan mynd. Þá getum við bara notað hlutin hérna ofan sem er bara JavaScript hlutur með url property og við getum bara byrt það hérna og byrt svona myndina og hérna er í raun React að vara okkur við því hérna vara okkur við því að þetta er ekki accessible því það vantar allt texta. Þannig að við getum sett svona þá losnum við villina og svo hérna erum við með þetta class name greeting span og svo elementi sem er búið til hér og þegar þetta er búið að rendera þetta allt út þá verður þetta nákvæmlega eins í DOM-tríinu. Þannig að þessi hérna 2 element sem eru renderið út eru nákvæmlega eins en annað er búið bara til sem HTML hérninni og hitt er í raun eitthvað element sem er búið til í gegnum React create element. Hvað gerir ég nú? Flutti ég þetta allt? Já, frábært. Hansel. Já. Frábært. Hérna. Þannig að hérna erum við með þess að fleiri komponenta og þá getum við búið til hérna þennan welcome functional component eða þennan welcome class component og hérna bara einhver random component, null component sem skilir ekki neinu og síðan getum við búið til síðan okkar svona, við getum bara blanda saman, við köllum bara í einhverja komponenta og hérna sendum við foo sem name, hérna sendum við bar sem name, hérna milli er að höfum við þennan null component, þannig að við vistum þetta núna og kíkjum hvað kemur hérna þá fáum við hérna hello foo og hello bar sem kemur úr sem welcome component og á milli þeirra er þetta ekki neitt út af þessi null component skilaði null og null er bara að öll falsigildi er ekki renderið út en hérna stendur hello foo, hello bar og bæði renderað öllu leyti úr þessum hello component hérna eða annað úr þessum welcome og hinnum úr welcome class komponentinum. Síðan kemur þessi foo bar komponent hérna sem að skrifar út foo og bar en þar vantar key, þannig að við skoðum í konsolið þá höfum við hérna villu frá React það að each child in a list should have a unique key og þá er hérna info bar @app.js línu 39 þannig að við förum hérna í línu 39 þá er það foo bar, þá getum við farið yfir í foo bar og þá sjáum við hérna að þetta hefur ekki key þannig að við bætum við hérna key 1 og key 2
þá fer villan og síðan er það sama sem gerist hérna ef ég hef ekki key þegar ég er að ýta í gegnum eitthvað, þá mun ég líka fá þessa villu frá React. En hérna erum við að keyra einhverja virkni sem er að taka einhverja tölur og bæta því við í einhvern lista hérna og svo bindum við það við einhverja breytu og síðan birtum við bara breytunni hérna, þannig að við getum í raun bundið JSX við breytur og síðan nota breyturnar inn í JSX hér og þá kemur þetta hérna sem þessi gaurar. Svona. Hérna, svona. Og síðan ef við erum að rendera hluti út, þannig að við sjáum hérna, ok, við getum búið til einhverja komponenta, við getum blandað þeim einhvern saman, þeir birtast á skjánum, en núna vil ég einhvern veginn geta stýrt í hvað er renderað eftir því hvað er sendið inn. Ef ég sendi inn nafn, þá vil ég birta nafni, ef það er ekki nafn, þá vil ég ekki senda inn nafni. Þannig að við getum notað flæðistýringar í renderfallinu okkar. Við getum geymt elementið í breytu og birta eitthvað á breytunni eftir hvað þarf að breyta. Við getum notað og þá erum við að shortcuta, þannig að ef gildið eða sagðin sem er á undan og er false, þá gerist ekki það sem er eftir á. Ef það er truthy, þá gerist það sem er á eftir. Eða við getum notað ternary virkjan, sem er þá hérna, þessi þrístæði virki. Þannig að við getum sagt, ef einhver er loggaður inn, þá sendum við í propsunum, props is logged in, og ef að notandinn er logged in, þá ætlum við að skila user greeting komponentinum, annars ætlum við að skila guest greeting komponentinum. Og þá geti verið síðan einhver login gluggi og hann segir ef að einhver er logged in, þá ætlum við að birta logout buttonin, annars ætlum við að birta login buttonin, þannig hérna erum við að nota flæðistýringu og binda við eitthvað hérna, við vendur að vanta let button hérna uppi, binda við einhverja breytu sem við síðan birtum conditionally hér og greeting komponentin síðan fær þessa stöðu áfram senda til sín, þannig að greeting birtir hvort halló notandi eða halló viltu loggaði inn og svo er takkinn fyrir neðan sem stendur skráðu inn eða skráðu út. Og síðan getum við verið með eitthvað, ef ég er skráður inn, þá birtist mér hérna hvað ég á mörg skilaboð og þá getum við sagt hérna, ef að ég á skilaboð, þar að segja unread messages length er stærri en 0, þannig að svo lengi sem að þetta hérna er true, þá, út af þessu hérna, þá birtum við hérna eitthvað unread messages, annars þá birtist ekkert úr þessu hér, út af því að þetta hérna mun þá skila false og þetta hérna mun þá verða í heild sinni sagðin false hérna, út af því að þessi hérna verður aldrei keyrð út af short circuiting og þá munur þessi hérna sagður skila engu út af því að það er false sem er false í gildi. Og síðan getum við haft þennan logged in komponent sem fær aftur þetta prop, þannig að grunnurinn á þessu er alltaf einhvers staðar uppi er ég með eitthvað foreldri, einhver komponent sem veit stöðuna. Hann veit hvort eitthvað sé logged in eða ekki og svo getur sendt áfram þessa stöðu á börnin með því að senda það sem props inn í börnin. Þannig að þannig getum við propagata state'i í gegnum React tréið okkar. Þannig að þetta mun koma út, já, aftur er í ruglunu. Við skiptum þessu út hérna. Þannig að það sem ég fæ hérna er í raun þessi user greeting sem segir welcome back, please sign up, login button segir login, logout button segir logout, greeting component, logged in component. Þannig ég er búin að búa hérna, ég er búin að skipta þessu UI mínu upp hérna í þessa nokkru komponenta, upp í 6 komponenta og svo púsla ég þeim saman, hérna með þess 7., 8 komponentar og svo púsla ég saman þessu útliti hérna, þannig að þetta hérna er í raun svona kjarnin í þessu hjá mér. Þannig að hérna er eitthvað, appið veit hvort ég sé loggaður inn eða ekki og appið veit hvað ég á mörg message og síðan bý ég til útliti hérna, ég segi logged in, það fær þá þetta hérna state áfram og login fær það líka og ef ég er logged in þá ætlum ég að birta þetta unread message, þetta mailbox komponent sem þýðir þá að ef ég fer hérna og
og ég the user is not logged in, please sign up, login. Ok, og svo með því að breyta þessari hérna breyti úr false yfir í true, þá gjörbreyti ég í hvernig appið mitt renderast út. Þannig að þá segi ég alltaf the user is currently logged in, og ég segi welcome back, logout, hello, 200 messages. Og þetta bara með því að láta breytast hérna hver staðan í appinu mínu, en út af því að þetta breytist, og ef við hefðum einhverja leið sem við myndum sjá hvernig ég geri, þannig ég myndi íta okkur takka, ég myndi slá inn í notendaranum eitthvað líkilega mig, þá myndi ég geta brugðist við því með því að breyta þessu logged in hérna í niðurstöðuna úr því að logga mig inn í gegnum eitthvað vefþjónustufall eða eitthvað. Þá geti ég breytt stöðunni og þá myndi appið mitt renderast allt út upp á nýtt, og þannig get ég verið búinn að skipta þessu upp í þessa bita. Þannig að ég get verið hérna, ok, hérna þau skilaboð sem ég ætla að birta ef að notandinn loggaður inn eða ekki loggaður inn. Þá get ég hugsað bara þetta. Þetta bara verkefni mitt núna að gera þetta næst. Og þá get ég fært þetta yfir í sér skrá, ég get bætt við CSS við þetta og ég get gert þennan komponent í einrúmi, en hann mun alltaf hafa þetta API, hann tekur við is logged in í props og birtir síðan upplýsingar þetta. Og það nóg til þess að geta nota þennan gaur í stóra samhenginu. Svo býð ég til aðra síðu þar sem ég með eitthvað annað og ég geti notað þennan komponent aftur og við fáum þessa endurnýtingu. En þessi komponentar, þeir ættu alltaf að vera hreinföll með tilliti til props. Þannig að ef ég sendi inn prop með þessu gildi núna og ég sendi hann aftur seinna, þá ætti ég að fá nákvæmlega sömu útkomuna úr komponentum. Og við ættum aldrei að breyta props, þannig að við komum bara fram með þau sem read-only, þannig að við lesum bara úr þeim. Og þegar við þurfum að bregðast við þessum breytingum í UI-nu, þá notum við state. En síðan höfum við sérstakt prop sem við sendum ekki í gegnum argumentin, heldur sem í raun children, þannig að við erum með komponent og ég skilgreini inn í komponentum að hann eigi sér börn, þar að segja ég er ekki með self-closing element, ég er með eitthvað element sem inniheldur önnur element, þá eru þau element í children propinu. Og þau geta verið undefined ef það eru bara engin börn, string ef við sendum texta, object ef það er eitt barn, array ef það eru fleiri en eitt barn, og til þess að geta í raun trýtað all þessi mismunandi gagnatöf á einfaldan hátt, þá eru til hérna react.children hjálparföll sem leyfa okkur til dæmis að breyta öllum childrenunum í array, sama hvað við fengum sendt inn, þannig ef við fengum sendt inn null, þá fáum við bara array með engu gildi, ef við fengum inn eitt barn, þá fáum við array með einu staki, ef við fengum inn array, þá höldum við bara arrayinu, sem þýðir þá að við getum verið örugg í að mappa yfir children, þannig að við myndum vilja, ég sendi inn hérna, ég er með eitthvað list, og í listinu með item, og ég vil geta ítrekkin item til að búa til listan minn, þá get ég nota það svona þó svo ég fái 0 item inn í hérna komponentin eða 1 eða n. Og síðan þegar við erum með þessi properties, þá fer þetta hratt að vera svona, ég er með komponent sem er með svona property og þennan er með svona hinsegin property og þá getum við einhverjum tímapunkti gleymt ég ætti að senda inn streng hér en ég sendi orðið inn JSX segð. Ég ætti að senda inn true eða false gildi hérna, ég sendi inn tölu. Og þá getum við nota prop types pakkan sem að leyfir okkur að keyra svona type check á propertyin okkar í runtime í þróun sem leyfir okkur þá að segja ég var að búa til en komponent og hann tekur við title og items og title á alltaf að vera strengur og þá alltaf að senda inn title og items það má sleppa því en ef það er sendt inn þá er alltaf að vera array og svo býð ég til þennan komponent og þið farið að nota hann og þið óvart víxlið þessu eða gerir einhver mistök og þá sjáum við þið strax í konsolinu hjá okkur þið sendið streng það sem átt að vera array. Þú munt þá líklegast ekki fá það niðurstöðu sem þú búist það við. Og við skilgreinum þessi prop types sem hlut með propjunum okkar og típunum á þeim annarkvort á functioninu eða á class. Og lykillinn er heitið á propinu og gildið er gerðin sem að propið ætti að vera. Og það til hellingur á mismunandi propum og típum og aðferðum.
og við getum endað þau á isRequired til þess að láta segja, þú veist, þetta verður að vera, þannig að ef að ég sendi það ekki þegar ég kalli komponentin, þá fá ég villu. En hérna eru svona þessi típur sem við notum helst, það eru bara þessar JavaScript típur og svo getum við sagt að ég ætla að fá einn af einhverjar típu eða array af einhverju eða ég ætla að fá flóknari komponent sem er í raun einhver object, þá getum við notað shape. Þannig að þá getum við búið til einhvern komponent sem að tekur við þessum hérna properties, sem tekur inn title, sem að vantar string hérna, properties.string.isRequired, þannig að taka við type, sem er annarkvort foo eða bar og ekkert annað gildi, og þá taka við user, og user á að vera object, sem á að hafa name, sem á að vera strengur, og age, sem er tala, og á að vera onClick, sem er function. Og svo getum við skilgreint default props, þannig að ef einhver sendir ekki inn onClick fallið sem við skilgreindum í prop-typunum, þá viljum við ekki þurfa að athuga, er onClick false, þá getum við bara setta sem eitthvað default prop. Og þá getum við passað upp og við fáum alltaf einhver gildi sem eru sane fyrir okkur. Og þessi type checki er keyrt á eftir default propunum, þannig að við getum gert mistök og sett default prop sem er vitlaust með prop-typesinn okkar. Og við ættum ekki að blanda saman isRequired og default props. Þannig að ef við erum ekki með isRequired, þá getum við sett default prop, ef við erum með isRequired, þá ættum við ekki að vera með default prop. Þannig að þá getum við hérna fyrir onClick, þá getum við sett bara tómafallið, þannig að þá getum við bara alltaf kallað í það og það verður bara no-op, af því að það er bara no-op fallið sem er þarna inni, í staðan fyrir að fara að athuga er onClick function eða ekki, þá eitthvað. Og í create react app þá getum við skilgreint þessi prop types og default props beint á klassnum með class properties sem leyfir okkur að skilgreina típur sem member breytur, en þá getum við gert svona. Við getum sagt person extends component, static prop types og þar inni setjum við þetta, þannig að þetta eru static member típur á klassnum og default props hérna, þannig að þetta er svona patternin sem maður sér yfirleitt þegar maður notar prop types. Þannig að ef við skoðum dæmi hérna children fyrst, children svona. Þannig þá fæ ég hérna eitthvað, það er eitthvað að gerast hérna hjá mér. Og hérna er ég með eitthvað children komponent og hann tekur við children úr props og loggar hérna út hver er típan á children, eru children array og hvað er gildið á children. Og svo skilum við annarkvort children eða null og svo erum við með childrens og þá erum við ekki lengur að vinna bara með þetta sem bara beint hérna, heldur erum við að segja children as array með því að kalla í react.children.toArray, þannig að þá fáum við alltaf börnin sem array og síðan prófum við hérna, kallum við children með engu inn í, ef við gerum svona, þannig að þá fáum við hérna child type undefined is array false, value undefined og svo segjum við með tómastrengnum eða með streng og þá fáum við hérna svona og þá fáum við undefined og undefined hérna þar sem við vorum með ekkert inn í þessu og svo þegar við erum með hello heimur þá fáum við type string is array false, value hello heimur og það breytist ef við sendum inn tómastrengin eða bilið hérna þá fáum við type string en value verður bara bil en tómastrengur hérna þannig að þetta getur valdið vandræðum, þetta er ekki gott ef maður er eitthvað að dependa á þetta hérna virki og síðan þegar við sendum inn element og fleiri en eitt element þannig að þá fáum við hérna child type object og value verður þá hérna eitthvað type of symbol react element því að það sem við erum að vinna með elementið sem react hlut hérna þegar við erum að logga hann út þá fáum við ekki í raun
elementið sem var búið til í DOM-inu, heldur fáum við elementið eins og það er í React trénu áður en það er renderað út. Og síðan þegar við sendum inn array, eða sendum inn fleiri en eitt börn, sem við sendum inn þessi 2 börn hérna, þá fáum við fylki af þessum React elements. En síðan ef við bara einfallega notum þetta React children to array, þá þurfum við ekki að vera að pæla í því hvað er hvað, heldur sendum við bara inn og við fáum alltaf fylki. Þannig hérna fáum við bara tóma fylki eða undefined, við fáum foo sem stak í fylki ef við sendum inn strengin foo og við fáum inn elementin ef við sendum þau inn sem element hérna. Ja. Og síðan fyrir props þá erum við sem sagt með einhvern foo komponent hérna og hann tekur við einhverjum típum af hérna, propum inn og eða tekur inn title, type, user og onClick og skila síðan einhverju þar sem er búið að blanda þessu saman. Við erum að búa til eitthvað UI út frá þessu sem við beðum og það er sett búið til eitthvað hérna að setja eitthvað class name, þannig að við erum að fara að búa til eitthvað layout út um þetta, við erum að fara að stíla þetta til og eitthvað svona. Ef ég klikka á H1 þá gerist eitthvað, þó svo að þetta sé ekki gott pattern því að við ætlum ekki að setja onClick handlera á þetta, heldur á buttons og segir hérna ég er eitthvað type sem kemur inn og notandi, þá er kallaði user og name og user age og hérna getum við skilgreint hvað má fara inn í þetta foo, þannig þá segir við foo.proptypes út í þetta functional component og default propin hérna og svo erum við með einhvern bar komponent hérna og þá setjum við þetta inn í class hér. Þetta er munurinn sem gefur okkur sömu niðurstöðu en bara mismunandi leið að þessu. Og síðan getum við kallað hérna bæði í foo og í bar og senda inn hérna einhverja hluti. Þannig að ef ég sendi þetta inn og ég skoða hérna þá kemur halló, ég er foo, notandi, Óli, aldur, spurningamerki. Þá erum við búin að láta senda það hérna áfram. En svo sendum við eitthvað áfram hérna eins og svona, null það svona það sendum inn hérna hvernig var þetta age prop, eða það á að vera number en ef við sendum inn þetta svona eins og þetta var þá fáum við hérna invalid prop user age of type string supplied to foo expected number, þannig að þá kemur hérna villan í React og við getum farið og leiðir þetta að við kölluðum vitlaust í hluti. Það er endilega saman, þannig að React það hjálpaði til en það segir hei, getur verið að fá eitthvað skringilegt, það sem þú fær skringilegt er hugsanlega út af því að þú sendir inn einhverju vitlausa típu þarna inn. Og svo getum við gert hérna, klikka á þetta, þá fáum við þetta halló, af því að við sendum inn hérna eitthvað fall sem að gerist þegar að það er klikkað á þennan hérna gaur. Af því að þegar við erum að vinna með eventa, þá bindum við það svona við. Þannig að það er að næsta sem við ætlum að kíkja á. Ég er að spá hvort við ætlum ekki að taka nokkra mínúta hliðan minni, laga þessi dæmi mín sem er þetta klikki. Byrjum eftir svona 6 mínútur.